Fínt. Þetta sem sagt, eins og ég var að segja áðan, þá þetta lítið verkefni sem við vorum með, lítið en mér fannst allavega mjög skemmtilegt verkefni sem við vorum með hérna í Fjölbrautaskólanum núna á þessari önn. Og heitir sem sagt Göngu til góðs, en við köllum þetta svona í daglegu tali gengi til tenni. Og má koma á næstu glæru bara. Sem sagt, þetta var, eins og ég segi, þetta var samstarfsverkefni milli heilsueflingarteymisins við skólans, milli umhverfisnefndar og nemendafélagsins. Og þetta var svo að í kófinu þá höfðu kennarar miklar áhyggjur af nemendum andlegri heilsu þeirra og þvílíku. Nemendur sætu bara allan daginn fyrir framan tölvuna, þeir færu ekki út og ef þeir færu eitthvað út þá færu þeir með foreldrum sínum í bíl til Reykjavíkur og að öðru leyti hreyfðu sig ekki neitt. Og við vorum svona að spá í hvað við gætum gert til þess að bæta andlega heilsu þeirra og líkamlega kannski líka og fórum svona að spjalla saman og hérna kom upp þetta verkefni. Það svo að hafa eitthvað að hlakka til og hlakka til kannski utanlandsferðar þó hún sé kannski bara ímynduð. Og við ákváðum að ganga 4.000 kílómetra á einu mánuði og ímyndaða ferð til Tenerife. Og þetta var markmið að auka hreyfingu útiveru nemenda og starfsfólks náttúrulega líka. Og í leiðinni að efla umhverfisvitund, það náttúrulega miklu betra við umhverfið að ímynda sér maður sé fara til Tenerife og ganga út í náttúruna á Íslandi heldur en að fljúga og líka ýta undir jákvæðni og hópefli. Við vorum náttúrulega með hellinga nemendum sem byrjuðu í skólanum hjá okkur í haust eins og þið náttúrulega öll með ykkar skóla sem að fundu kannski ekki fyrir því þeir væru hluti af Fjölbrautaskólanum því þeir höfðu varla komið inn í skólan og búin að vera að mestu leyti í fjarnámi, komið inn einn dag kannski og voru þá með grími eða voru 2 metrum frá einhverjum öðrum og fundu sig aldrei vera hluti af hóp. Það var svona þriðja markmiðið, að auka, ýta undir hópefli, ýta undir þessa tilfinningu að við værum tilheyrum þessum ákveðna hóp og yrðum jákvæðari og að efla umhverfisvitund og hreyfingu útiveru. Það er náttúrulega fátt betra fyrir andlega heilsu heldur en að hreyfa sig út í náttúrunni, held ég, og við settum okkur það markmið að ganga þessar 4.000 kílómetra á einu mánuði, 15. janúar til 15. febrúar og þetta var ákveðið í desember. Þannig að við vissum ekki þá hvort að við yrðum í staðnámi eða fjarnámi eftir áramót. En það má skipta glæru. Það er sem sagt að þetta var, eins og ég segi, lýðheilsu og umhverfisverkefni og það kom í ljós náttúrulega eftir áramót að við vorum í staðnámi. Við vorum inni sem betur fer og þá höfðum við þetta þannig að þetta var hvatning til nemenda og til starfsfólk að ganga eða hjóla í skólann. Og sem sagt, við gerðum þetta þannig að við hlóðum niður þessu Strava appið, það er náttúrulega til alveg haugur á svona appum, hreyfingaröppum í svona App Store og því. Og við hlóðum þessu niður í símann okkar og settum þetta bara í gang þegar við fórum út að ganga og þetta fór inn í ákveðin klúbb þar inni sem hét Gengi til tenni. Og þetta var bara að ganga eða hjóla. Þetta var ekki, þú getur ekki farið í ræktina eða eitthvað slíkt, þetta var engin svona önnur hreyfing, heldur var þetta bara ganga eða hjóla og þetta var ganga, mæltu með því að fólki hérna gengi eða hjólaði í skólan sem að mjög margir gerðu. Og á sama tíma þá vorum við með áheitasöfnun, ákvæðum að kolefnisjafna þessa ímynduðu flugferð okkar. Vorum að áheitasöfnun fyrir Skógræktarfélagið á Akranesi að við settum það inn á alla síður, settum hérna númer sem að fólk gat heitið á og gefið í og til þess að færa hérna Skógræktarfélagið Akranes í lok verkefnisins. Já, næsta glæra, við möllum sem ég ætla að segja, allt er það. Og það tókst bara nokkuð vel til, við vorum svo heppin að það var staðkennsla eins og ég sagði, það var staðkennsla 15. janúar eins og ennþá
og það náttúrulega gerði verkefni að mörgu leyti auðveldara. Við notuðum þetta til þess að ganga í skólan eða hjóla í skólan, en það náttúrulega líka kannski kom á móti og gerði það aðeins pínlítið erfiðara að það var tíminn. Það var oft mjög vont veður úti, það var slæm færð og ég veit að sumir settu það fyrir sig, það væri bara ekki hægt að ganga út kæmist ekki í skóla, það var svo mikið hálka, myndi detta og hvað eina, en okkur tókst þetta og við gengum sem sagt rúmlega til Tenerife, við gengum 4.406 kilometra sem rúmlega ferðin til Tenerife og það tóku þátt 181, ég segi það fyrir 180 því ég ekki alveg með það á hreinu, við vorum með mismunandi tölur þetta, einhverjir sagði 177 og svo var einhverjir sem sagði 181 og ég held að það hafi verið 181 þáttakandi sem tók þátt í þessu all together og það var starfsfólk og nemendur. Og mér fannst það bara nokkuð gott. Það eru skráðir í skólan hjá okkur, eru skráðir 440 nemendur held ég, en þar af eru kannski 330 sem eru dagskólanemendur, aðrir eru helgarnemendur í húsasmíði eða sjúkraliða nemendur sem eru í dreifnámi og eru ekki að koma í skólan og starfsfólki eru 68-9 manns og þar af eru líka slatti sem kennir annars staðar, sem býr annars staðar eða sem slatti býr í Reykjavík og keyrir á milli eða kemur með strætó og aðrir búa einhvers staðar hérna fyrir utan Akranes. Þannig að ég óx lána með þetta, ég finnst þetta bara takast mjög vel til að 180 manns tæki þátt í þessu. Svo loksins í lokin þá afhendum við þessar krónur sem söfnuðust skógræktinni. Það var nú ekkert brjálæðislega mikið, hefði gjarnan viljað að við hefðum safnað meiri peningum en við erum engin okkar neitt rosalega klári að safna peningum eða slíku, það er ekki okkur sterkustu hliðar. Það var samt allstaðar á öllum síðum þar sem við verðum að fjalla með þetta, þá kom fram númerið og auk þess voru fyrirtækjum á Akranesi helstu fyrirtækjum skrifuð bréf þar sem þau voru beðin að styrkja þetta með áhættum. Einhver þeirra gerði það og við söfnuðum allavega nóg til þess að planta einhverjum hríslum upp í skógrækt. Og já, næsta, bara síðasta, bara að segja að í lokin að það ríkti alveg óbáslega skemmtilegur andi í skólanum meðan á þessu var. Við vorum alveg, já, hvað erum við komin langt og erum við ekki að nálgast þetta að komast til Tenerife og svona, mér fannst þetta að vera svona sameiginlegt, það væru flestir í því. Það voru alltaf einhverjir í smá keppni hvað þeir væru búin að labba mikið. Að ég búin að labba svona mikið, hvað þú búin að labba, en þetta var samt aðalega hvað eru við búin að ganga mikið. Og það komu miklu fleiri gangandi í skólan á þessum tíma heldur en hefur verið áður. Og ég veit eins og mig sjálfa mig og ég veit að margir aðrir gerðu það líka að þegar við vorum komin í skólan, ég tók svona smá rút aðeins til þess að fá fleiri kílómetra inn í þetta og svo líka því ég fór heim. Og þetta náttúrulega gott fyrir heilsuna og gott fyrir umhverfið. Og eins og yfirleitt, eins og ég segi alltaf, það sem gott fyrir heilsuna yfirleitt líka gott fyrir umhverfið og öfugt. Það yfirleitt líka gott fyrir pinguna, þetta kostar ekki neitt svona verkefni. Og það kom svona sem aukaverkun að þessu, fannst mér, að það var, þið þekkið það sem við erum með þessi grænu skref eins og allar stofnanir núna. Og samgöngusamningur hefur ekki verið til staðar hjá okkur og við við fyrsta skipti núna í febrúar sem það kom svona samgöngusamningur og bara eiginlega allir, mjög mikill meirihluti starfsfólk skrifaði undir samgöngusamninga, þeir ætlaðu að koma í skólan alltaf á sem umhverfisvænastan hátt. Og í lífshlaupinu, ég var bara aðeins að segja mér svo ógeðslega ánægð með það og ég held að það sé svona aukaverkun af þessu líka, að þá við vorum í 80 eitthvað sæti síðast, en núna vorum við 20 eitthvað sæti, við fórum upp næstu í 60 sæti, sem að mér fannst bara verulega gott og verulega skemmtilegt. Og það líka svona, það sem kom í framhaldi af þessu, það kom svona auka samband milli Skógræktarfélag Akranes og Fjölbrautaskólans og náttúrulega kolefnisjöfnun. Við færðum þessar peninga, ég held að þetta hafi verið
þetta var undir 50 skalli sko, en það er nóg fyrir til að jafna nokkrar flugferðir að minnsta kosti og þessar hríslu verða þessi trjám verður plantað þarna. En sko við í umhverfisnefndinni, við erum búin að hafa lengi áhuga á því að auka nefnilega sambandið á milli Skógræktarfélag Akraness og Fjölbrautaskólans með því til dæmis að láta nemendur planta trjám þegar þeir innritast í skólan eða þeir útskrifast eða bara bæði. Og það er búið að vera svona aðeins, þetta er aldrei orðin eitt af þessu, við erum að vonast til þess að þetta verði kannski til þess að svona, þetta samband verði aðeins varalegra og verði meira. Og það er líka náttúrulega, það sem gerist líka, það verður svona meiri meðvitund umhverfismál og lýðheilsumál og þau eru alltaf, eða mjög oft, mjög nátengd lýðheilsumál og umhverfismál. Og það er það sem er gott fyrir, eins og ég sagði á það sem er gott fyrir umhverfi er yfirleitt gott fyrir heilsuna líka, bæði andlega heilsu og líkamlega heilsu. Og það var svona í skólanum, það var svona meiri meðvitund þetta. Við erum ennþá að koma fleiri gangandi í skólan og hjólandi í skólan heldur en hefur verið og þannig að reyna að spara það að vera ekki með þennan bráðaslega mikla útblástur. En ég segi bara takk fyrir og eru einhverjar spurningar? Þetta. Bara aðeins kolefnisjöfnunina, hvort að þið hafið reiknað út eitthvað sérstaklega hversu mörg tré og hversu margar flugferðir, hvort þetta hafi verið eitthvað svona markviss. Það voru 20-30 flugferðir, held ég, sem voru. Já. Er þetta ekki geggjað sniðug hugmynd til þess að halda áfram þegar verið að fara þegar aftur fyrir megum ferðast næst? Já. Kolefnisjafna ferðirnar fyrirfram með hreyfingu. Með hreyfingu og með því og náttúrulega með því að planta líka. Já, og planta, einmitt. Það er eiginlega ekkert eiginlega sem er eins gott gegn koltvísýringi eins og að gróðursetja tré. Veistu, brilljant hugmynd. Eða ekki? Já. Þetta var ofsalega skemmtilegt. Þetta var ofsalega lítið verkefni, kostar ekki neitt, en ofsalega var gaman þegar við vorum í þessu, fannst mér.